Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 9. júní annar sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. Í lexíunni telur Guð kjarki Gídeon, drottinn sneri sér að honum og sagði: Farðu í styrkleika þínum og frelsaðu Ísrael úr höndum Mídjans. Í pistlinum töldu gyðingar frá Antíokkíu fólkið á sitt mál og þeir grýttu Pál postula. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá segir Jesús: Enginn getur komið til mín og orðið lærisveinn minn nema hann taki mig fram yfir allt. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 14. kafla og hljóðar svo: Mikill fjöldi fólks var Jesú samferða. Hann sneri sér við og sagði við mannfjöldan: Enginn getur komið til mín og orðið lærisveinn minn nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur og að enda yfir eigið líf. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Hver ykkar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reiknar kostnaðinn, hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Ella má svo fara að hann leggi undirstöðu en fái ekki lokið við og allir sem sjá það taki að spotta hann og segja: Þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki við fyrst og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10.000 þeim sem hann fer á móti með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund andstæðingsins meðan hann enn langt undan og spyr friðarkosti. Þannig getur enginn ykkar orðið lærisveinn minn nema hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það? Hvorki það hæft á tún né taðhaug, því fleygt. Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. Textinn sem okkur gefinn í dag ekki auðskilinn. Jesús kom að bjóða okkur í Guðs ríki, en það sem svo sérstakt við trúboð Jesú að hann flaggar ekki löngum loforðalista, heldur þvert á móti segir hann umbúðalaust hvað fólk þurfa að gera til að fylgja honum, og eflaust hafa margir snúið frá. Jesús segir að við verðum að setja hann í fyrsta sæti og margir misskilja þessi orð og halda að þeir verða að afneita fjölskyldu sinni og venjulegu lífi. En svo ekki. Trúin andleg ákvörðun sem við tökum fyrir eigin sál og sem lærisveinar Jesú eigum við að taka hans kenningar fram yfir allar aðrar. Hvort sem þær eru menningalegar eða tengjast hefðum fjölskyldunar. Það meiningin á bakvið orð Jesú að taka hann fram yfir foreldra, maka, börn og systkini. Þetta kallar Jesús að taka sinn kross, því andstaða við hefðir getur kostað erjur, sundrungu og vinslit. Jesús vill ekki að þessi staða komi okkur á óvart og að við þurfum að sjá eftir ákvörðun okkar síðar, eins og hann lagði upp í dæminu með turnbygginguna og mannin sem átti aðeins fyrir undirstöðunni.
Jesús vill að við íhugum frá öllum hliðum ákvörðun okkar áður en við ákveðum að fylgja honum. Því þá eru meiri líkur á að við tökum þessa ákvörðun af öllu hjarta og stöndum styrkum fótum ef við mætum andstöðu. Jesús vill að við getum klárað turninn og komist alla leið í ríki Guðs. Í síðari hluta Guðspjaldsins bendir hann á friðsamlega lausn, líkt og í hernaði. Jesús jú friðarhöfðingi og fjölskyldan getur lagt í stríð gegn nýjum átrúnaði. Í stað þess að sundra fjölskyldunni hvetur hann okkur til að leita fyrst friðsamlegra lausnar. Þó litla líkur hafi verið á því á tímum Jesú að einstaklingur hafi getað fengið að iðka trú sína í friði, en það mátti reyna. Við höfum dæmi úr Daníelsbók þar sem Daníel var kastað í ljónagryfju og honum og vinum hans inn í eldsofn fyrir trú sína. Á þessum tímum fylgdi búsetu fólks sú skylda að trúa annaðhvort á sjálfan konunginn eða sama Guð og konungurinn trúði á. Jesús var að brjóta upp þetta kerfi. Ríki Guðs án landamæra og það fyrir alla sem taka við orði Guðs og orðið með stórum staf og stendur fyrir Jesú. Við þurfum að taka við Jesú. Sem lærisveinar, sagði Jesús, þurfum við að segja skilið við allt sem við eigum og enda fram yfir okkar eigið líf. Þetta líka auðvelt að misskilja. Að segja skilið við ekki það sama og yfirgefa. Merkingin ekki að eiga sem minnst og lifa við skort. Jesús enn að tala hina andlegu ákvörðun, að segja skilið við fyrri átrúnað og sjá viðtöku á orði Guðs sem blessun sem okkur hefur veist og Guð hefur gefið okkur að njóta í lífinu. Leið og við tökum orð Guðs alvarlega, kenningar hans fá að yfirtaka hjörtu okkar og við leyfum trúnni að breyta lífi okkar, þá verður trúin okkur meira virði en gamla lífið sem við lifðum og þá höfum við tekið Jesú fram yfir eigið líf. Jesús notaði alltaf myndmál sem fólkið sem hlustaði á skildi, en kannski ekki svo einfalt að skilja í dag. Og næst notar Jesús salt sem myndmál fyrir lærisveina sína. Sá lofsverður lærisveinn sem tileinkar sig drottni, en svo segir hann að sumir geta orðið bragðlausir. Í Austurlöndum var hefð fyrir að blanda salti saman við margar aðrar kryddtegundir og í dag getum við keypt hinar ýmsu kryddblöndur þar sem önnur krydd yfirgnæfa saltbragðið. Hér tákna þessi krydd hin ýmsu trúarbrögð og þannig varaði Jesús menn við að blanda saman átrúnaði á marga guði. Því Guð sætti sig ekki við að vera einn af mörgum hjáguðum manna. Blönduð trú sé einskis nýt hjálp og vita gagnslaus til frelsunar, hvorki hæf á tún eða taðhaug. Þar höfum við það. Saltið þarf að vera hreint og ómengað. Og vitandi hversu sljó eyru þeirra sem taka boðskapinn ekki til sín, þá endaði Guðspjallið á orðum Jesú: hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri, eða hver sem tekur orð mín til sín, hann minn. Jesús var beinskeyttur í orðavali en talaði í dæmisögum og myndmáli sem gerði mönnum kleift að þykjast ekki skilja hvað hann var að meina.
og þurfa þá ekki að taka orð hans til sín. Og hann sagði að á þeim rættist spádómur Jesaja: með eyrum munu þið heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þið horfa og ekkert sjá. Því hjarta lýðs þessa er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað. Jesús segir að þeir skilji ekki með hjartanu, menn hvorki heyri né sjái, því hjartað sem er stjórnstöðin afneiti boðskapnum. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá, og eyru ykkar af því að þau heyra. Sá sem ætlar að vera samferða frelsaranum þarf að rétta út hendina og Jesús mun leiða hann. Við þurfum aðeins að staldra við og íhuga hvort boðskapurinn sé hreinn og ómengaður. Já, þemað í dag er gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. En til þess að geta þegið þetta boð þurfum við að sjá og heyra, svo hjartað geti meðtekið boðskapinn. Í framhaldi af textanum í dag segir Jesús söguna sáðmanninn. Myndmál dæmisögunar er að Jesús kom og sáði fræjum boðskaparins í hjörtu fólks, og vöxtur sáðkornsins ákvarðast af því hvort þeir sem heyra orð hans taka við því. En aðeins þau fræ sem hlúð er að náðu að vaxa. Fræin eru boðskort til Guðs ríkis. Boðið er fyrir alla, en það hafa ekki allir skilið eða lesið boðskortið. Við erum öll kölluð til Guðs ríkis, en það hafa ekki allir heyrt kallið, því hjörtun hafa ekki meðtekið boðskapinn. Boðskapurinn er sætur eins og hunang, segir í Opinberunarbókinni. Hann á að seðja andlegt hungur, byggja okkur upp og gefa lífinu fyllingu. Og þar skiptir máli að hafa traustan grunn, trausta undirstöðu að byggja á. Og því traustari sem undirstaðan er, því betur sjáum við rétta veginn, því betur heyrum við kallið, og látum ekkert trufla byggingu turnsins okkar, svo hann nái til Guðs ríkis. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.